getur prokkað ultið sitt af öllum húkkunum og fleginu, Sivön ultíinu og Diana einu, þrátt fyrir að Yasuo ætti örugglega að vera Diana. En já, aftur þetta lið byggt á Yasuo, en jafnvel með Yasuo þá veit ég ekki hversu vel þeir myndu standa sig á móti arguably eina af bestu liðunum á þessu móti, sem eru allir að sitja á sko helluðum comfort picks, myndi ég halda. Ég finna Relian hjá Bunsa ekkert djók. Já, og Tristana hjá Álfastein. Já. Það ekkert rugglheldur sko. En já, þeir kunna þetta hjá Ground Zero. Þeir eru að fara í þessu unconventional plays og eru með skinn á öllum. Öllu skinn? Já, skin it to win it. Bunsi og lítið sem bara klúður sig. Já, sko, þetta náttúrulega smurfinn hans Bunsa. Bunsi Junior. Já. Er sem sagt IUNI smurfinn hans. Meinin hans situr á vest. Þannig að... Já, en ég minna hann nú hávaringnum. Átt þú ekki að vera að promóta skins, segja þau gerir því að betri spilara? Sko, ég meina, núna veit ég það ekki, en ég væri í alvörunni mjög til í að sjá, sko, bara rannsókn gerða á því hvort að fólk sem spilur með skinn finnist það betra í leiknum eða ekki. Það væri nefnilega áhugavert. Mér persónulega finnst ég miklu betri þegar ég spila með Pax Twisted Fate. Það hlýtur Come on. Jæja. Alla kemur inn í vitið. Halli, fá flassi hjá honum. Ég vilja sjá 5 flassu eftir honum. Sjáum reyndar að Bunsi og Sós og Salat eru uppi hjá Reddinu. Þannig að... Já, ég vil ekki missa neina. Ég ætla ekki að fara. Já. Þannig að þeir ætla að fara örugglega í að counterinn veita þetta. Já. Það er áhugavert að sjá það að Ground Zero hérna lappar bara solo í rauninni. Ég myndi búast við að þeir myndi lappa aðeins meira saman, kannski, þú veist, í byrjunum á leiknum, en þeir virðast hafa bara fengið sér fullsatta af þessu viti. Gardner Triller gæti verið að lappa í vandræði hérna, en hann checkar ekki einu sinni brössur, hann lappar bara beint fram hjá Sós og Salat, sem þýðir það að Sós og Salat ætti að fá frítt red buff þarna, nema hann og Bunsi ákveða að fæta. Bunsi ekki á stöðu til þess að taka kamp, nema hann ætla að taka Krugs. Nei, virðist ætla bara að standa beintin á lane. Já. Álfasteinn og Halli taka þeirra, Krugs, og þetta er eitthvað sem ég finnst við erum ekki alveg að sjá nógu mikið, af því að þetta getur gefið eins og mikið advantage á í þessu early game. Algjörlega, og sérstaklega þegar þú horfir á þetta lane matchup Janna Tristana á móti Thresh Blitzcrank, þú vilt vera level 2 á undan þeim. Þú vilt ekki leyfa þeim að fá level 2 fyrst, af því að þá geta þeir algjörlega pressað inn. Að Bunsi rústa treytinu á móti Gardner Triller upp í topplaneinu og Sós og Salat í early gang. Mætturinn að flassar og já, svona eitthvað fór eitthvað í gegnum Gardner Triller, en þeir fá flass fyrir flass. Já, reynd að predikta. Hann flassaði sem sagt aðeins seinna heldur en Sós og Salat bjóst við. Já. Þannig að projectile var komið fram hjá honum þegar flassi kom inn. Já, en hann er mætturinn að yfir á millinni, hann flip-flop, og Sós og Salat er komin til hans líka að fá flassi frá flip-flop. Spurning hvort að flassið hafi verið nauðsynlegt þarna. Það var í rauninni allt búið sem að þeir gáttu að henda á þann, nema að það hafi verið flash charm kannski hjá Ari þarna. Sjáum Álfasteinn hoppa beint inn á plan B og ekkert sem hann getur gert first blood fyrir hann. En á meðan upp á topplane þá er Sós og Salat komin í gangi inn á Gardner Triller og tekur hann út. Já, með ekkert flash þá var það lítið sem hann gæti gert í þessu, sérstaklega það sem að, eins og þú sér, Bunsi með frábært wave control þarna og Niddi í rauninni notar þess til þess að pusha með því að láta hann með því að láta minion waveið hans byggjast upp, og leið þú ert komin á þennan stað þar sem að þú ert Nautilus með ekkert flash á móti Aureliu og waveið frist þarna, þá er voða lítið sem þú getur gert ef að Lee Sin ákveður að labba inn á laneið og bara einfaldlega að drepa þig. Algjörlega.
Þú ert að segja að Bunsi geta eitthvað? Já, hann á það kannski til að eiga eins og 1-2 góða leiki. Þarna sjá aftur mobility hjá Bunsa, hann getur kúað, þetta er áhugavert, ég vissi þetta ekki, hann getur sem sagt notað kúið sitt til þess að komast út úr húkkinum áður en að auto-attacki lendir hjá Nautilus. Það er CC reductionið er það mikið að sem sagt hann náði að koma sér í burtu áður en að hann lendi auto-attackinu. Þannig að þá veit ég það, gott fólk heima í stofu, ef að einhver pikkar Nautilus topp og þá pikkir þið Aurelio. Já. Þetta bottlane á ekki mikinn sjans. Ég meina, dálítið erfitt fyrir Sethis að reyna að vera CS. farm, ok, reyndar, þannig jafn í CS, en Með hann er first samt. töluvert minna range og Ef ekki Blitzcrank er líka bara level 2. já, Það eina sem að vinnur þeim í hag á þessu leini er það að Tristana pushar náttúrulega út af E-inu. Þannig að það gæti hjálpað þeim að fá eitthvað CS undir turni allavega. og Flip-Flop mætti hann að tanka bara allt Flip-Flop er ekki með neitt veipið flash. og Igniteið kemur á hann. Halli er nær honum með Igniteinu og Plan B fer inn með resetið. Álfa State tekur Plan B með resetinu. Þetta Og er sennilega allir í döður settist líka. Það er double kill fyrir Halla. Þetta var 3 fyrir engan og við stöndum á 5-0 og hvað, 3000 gull munur eftir 5,5 mínútu. Já. Þannig að ef einhverjir höfðu spurninguna ætla gamesmiðin að leyfa þeim að leika sér aðeins eða ekki, að þá er svarið því nei. Ekki sjans. Nei. Líka smet bara flassarinn inn í Dive Up Belieber. 1 ári, þetta er nóg. Og Igniteið ekki alveg nóg. Helpatinn bjartaði honum. Já, Belieberinn kemur Ground Zero á borðið, eða á sem sagt Á blað. á blað, mikið rétt. Já. Ég var Svo Salat fyrir inn með smætið en Belieber með hreint og örukill. Þetta er bara eins og í leiknum hann ætlar að byrja að liða sitt. Já. allan að reyna það. Hann þarf engan Ég Yasuo. hef fullt að trúa þig. Hann þarf engan Yasuo. Nei, mistök hérna hjá Soso Salat að átta sig ekki á því að Ignite var ennþá uppi hjá Belieber. Já. Hann ákveður að fara hann inn og reyna að fæta hann inn í minjónunum líka, þannig að hann var að tanka held ég 3 kastarminjóna á meðan þessi fæt átt sér stað. Sko, CS-tölunar 48-19 í topplininu, Bunsið að rústa þar, Shyvana aðeins á undan í junglinu. Reynda fara í Rocket Grab, Lantern, fulli. Það hefði alltaf verið rosalegt ef það hefði lent, sko. Já, sem hann að Bunsa engage hann að Garnadrilli en Flip-Flop er kominn. Bunsa er reynda með stórt wave og þeir eru Kóriu komin að level 6. Chilling Smite og Bunsi nær bara að gata í burtu. Já, þetta er aftur það sem við vorum að tala um. Ég held þeir vilji bara fæta þetta, Bunsin alltaf með fáránlega gott mobility. Ef hann kann að nota Q-ið eins og hann var að sína að hann kann að gera. Hann setur líka á flask. Kominn inn að nær Flip-Flop í junglinu og Spirit Rush að taka hann út. Þetta verður dive á Garnadrilli Já. í topplinnu. Ég held að það sé nú ekki mikið sem hann getur gert til þess að stoppa þetta. Nema þeir missu skillshot. Já, þeir ákveða bara að resetta turret aggroið á veifinu þannig að damage fyrir niður á hetjur, hann rampar ekki lengur upp. En Belieber frábært, róm hjá honum upp í topplinni þannig að hann næra að stoppa þetta. Það fæta á botlininu og Álfa State tekur Plan B. Já, þeir lendi í frekar leiðilegu stöðu en Álfa State notar bombunni sína, man ekki hvað hann hét, og vantilega tekur Blitzcrank enn einu sinni. Það er ekki dæfið. Það virkar ekki. Svo Salat nær hann lifa, nei, Belieber nær hann killing spree en hann nær ekki miklu meira. Garnadrill, hann lifir þetta, Garnadrillir og Flip-Flop koma að redda honum og Bunsi hittir ekki ultíinn á hann. Flott ulti hjá Garnadrilli yfir á líkansmet braga fyrir ekki þið. Ekkert mana samt fyrir Garnadrilli þannig að hann er ekki með húkið til þess að ná að læsa niður Bunsa og næla þeim í 3. killið þarna í þessum fight. En ég meina, þú veist, ef við horfum á þetta akkurat núna, Belieberinn situr á 3-0-1 í miðunni. Það eina sem er að háða þeim hérna eru þessi 5 deaths á botlane. Já. Ég meina, kannski þeir hefðu ákveðið að fara standard botlane og getur verið í ágætt smálum hérna á móti gamestöðinni sem að aftur er rugglað gott lið hérna. Þú veist, það er spurning hvort að ef þeir hefðu sett tröllið á hilluna í smá stund þá hvort þeir hefðu geta
staðið aðeins í þeim og verið þessi dark horse sem við byggumst við að væri einhvers staðar. Þetta hlýtur að takast á endanum þetta kombo hjá þeim. Var það ekki nerfað á síðan tíma? Ég held að við séum búin að gera það en þetta virki ekki lengur sko. Minni það. Ég held Það það. var, Það fórst jú, ykkur að ég leið. held það. En svo Salla komin inn að þeir ætla að stöðva Belieberinn. En ég með þeir halda bara áfram að gert. Sjötta ánum millinu, Legions Medbra að drepa Belieberinn, frábært gangarna frá Sosa Salad, sína hvers hann megnuður á lýsinn, ennþá með ultið sitt uppi, þannig að við gætum séð Insec einhvers staðar koma á einhverja hliðarleinunum þegar þeir eru búin að pusha niður hennar mid-tower, en aftur 4000 gullmunir. Þeir fara inn í dæfið, Álfasteinn reyndar hókar og sísaði niður undir Tower Aggro, en hann kemst út úr en Igniteið brennir á honum. Það er þarna 1 trade núna, shutdown, Legions Medbra og Sosa Salad eru komnir, Charmið fyrir yfir á flip-flop. Finnum hvort þeir ná að gera eitthvað hjá Ground Zero fyrir þið. Nei. Já, flip-flop hljóp beint inn í tvo óvænta gesti þannig. Legions Medbra og Sosa Salad, það var voðalítið sem hann gæti gert við þessu. Garden Trillin samt kominn niður, hann er ekki með, hann teleportaði víst. Þannig að Já. Á Wardin, var það ekki? Jú, en það verður sem að þeir ætla ekki geta gert neitt með þessu teleporti, þannig að það er... Nei, Belieberinn hitti líka rétt svo ekki kúnu þegar fightinn var að enda. Svo hann komst ekki inn til að fara í clean-upið. Áhugavert að sjá, ef þú skoðar itemin hérna á bottomlinnu hjá Ground Zero, þeir fóru báðir í hérna Targons. Sem sagt, þeir eru að nota gamla góða Targon-strappið þar sem að báðir voru með Targon sem breys, þannig að báðir gæti fengið fullt af farmi. En það sem sagt felur það í sér að þú komist að minion-waveinu allavega nógu nálægt til þess að auto-attacka, sem hefur ekki alveg verið sagan hjá þeim hérna í bottomlinnu hingað til, allavega ekki með Álfasteinn sem situr á 4-1. Nú farinn ná hókunum Álfasteinn, Belieber mættur í gangi á botlinni og flott völvind hjá Halla og Álfasteinn fær þetta kill. Það er út að hans í burtu en lítið sem Álfasteinn getur gert á með Belieber nema rocket jump í burtu bara. Legions Medbra mættur en Belieber nær Álfasteini og flott hérna Settis nær Sosa Salad, Bunsi er kominn niður og kemur í clean-upið, double kill fyrir hann. Já, þarna kom teleporti frá Bunsa, náttúrulega það var uppi hjá Bunsa en ekki uppi á Garden Trilli þar sem að Garden Trilli notaði það í fætunum áður en fekk ekkert út úr því. Bunsi aftur á móti nær að tryggja liðinu sem hefur 3 kill og drega, þannig að ég held að það sé nú ekki mikið að rökra það hvort TP-ið hafi verið betra. Samt sem er gaman að sjá þá sérstaklega Belieberinn hvað hann er að standa sig frábærlega þarna í millinu á þessu tíunu þrátt fyrir að vera að díla við lið sem er langt á undan. Akkurat núna 6500 gullamunir á 12 mínútum. Það þýðir að þeir hafa fengið 500 gull meira per mínútu það sem af er leik. Og það er alveg bara rosalega mikið gull. Það er eiginlega bara heimskulega mikið. Húkinn lendir þarna hjá Plan B á Legions Medbra en akkurat þegar að Charmin var í loftinu Þeir fara inn að fá flassið og Belieber hittir ekki kúinu. Það var Charmin þarna sem að stoppaði, ég veit ekki hvort þið tókum eftir því að Charmin var sem sagt, animation af Charminum var farið af stað þegar að Plan B kastaði húkinum sem að endaði þá að því að cancelaði knockoutin hans. Þess að hann náði ekki auto-attacka eftir að hann kom tilbaka því að hann var charmaður á sama tíma á hann lenti í húkinum. Þannig að animationu fór að stað bæði. Já, hann er ekki nokkuð nú. Já, það í rauninni bjargaði Legions Medbra þannig að frá því að vera hlupa beintin í flay og húk frá Thresh líka sko. En á meðan þetta spilast þá fær Belieberinn kill upp á topplínuna á Sosa Salad. Finnum hvort þeir náðu að fara í towerinn. Bunsi reynaði eitthvað að hræða og klíra þetta veif. Legions Medbra mættur flip-flop er að tanka towerinn og hann fellur. Legions Medbra er farin að spiritrasa og það er Belieberinn sem fer til Bunsa. Álfasteinn í botlínunum komin upp að innhittar og Halli með flott flash ulti og það er Setti sem fellur til Bunsa. Sénu frábælega þarna flash ultimate frá Jönnu, beintin í charm og svo inn í Equilibrium strike, heitir það ekki hjá Erelíu, eðennar. Þannig að það var 3 stönn þarna og ég held að öll þeirra séu sko,
3 CC, 2 þeirra eru 1,5 sekúnda og þegar þú ert level 6 Thresh með Tarkans Embrace og smá cooldown reduction og Moba Boots þá ertu ekki að fara að lifa af 3 sekúndur af CC á móti Ahri og Erelíu. En á meðan þetta æsa var upp á topp þá náði Álfasteinn að taka mjög gott push á botlíninu og fær meira sér örlítið skaða á inhib-towerinn. Og það var nú ekki nema 150 en nær inhib-towerinn á bot. Það var bara góð að stjórna þessu leik. Já. Já, fyrir staðana verður seint þekkt sem AD-carry sem þú vilt að verði fett. Þannig að... Plan B hittir ekki fólkinu. Svo Salat, ætla hann fer inn, já hann fer inn. Fær flassi hjá Plan B. En á meðan á topplinu Binsi nær hann ótt á hann. Nei, heyrðu. Álfasteinn kom inn á og gerði góðan skaða á Belieberinn sem að verður til svo lítið á smefra og Álfasteinn ekki alveg nógu góða skaði, komast ekki nálægt honum þar sem einu sem var á lífi var Tress og Sjóhann á Blitz. Frábært smite og kúðan eins og Saldi, gefur hann næstu í killið á Sessions á Sethis á þessum Thresh en mér sýnist kompið hjá Ground Zero snúast ekkert annað heldur en að draga fólk undir turretin og vona að turretin gerir nógu mikið damage. Já, það virðist vera helsta uppspretta skaða á því liði. Þannig að 120 síðan á móti 77, 100 á móti 54, 111 á móti 41. En svo er alltaf Blitzcrank supportinn að rústa 55 á móti 2. Halli þarf alveg að fara að bæta sig í síðasinu. Hérna fá gott sísinn á Bunsa. Notuðu reyndar Nautilus ultið. Það sýnir sig samt hvað þeir eru með rosalega mikið single target CC ef þeir ná einu target. En spurningin er bara ætlar gamestöðin að leyfa þeim að halda áfram að ná einu target í einu. Ég efast það. Já. Ég verð að segja, þú veist, þetta vekur upp alveg ákveðnar spurningar með gamestöðina. Þeir frekar sloppy leikur hjá þeim. Ég meina, þeir eru að spila á móti fólki, gæjum sem eru viljandi rosalega mikið að tróla en eru samt búin að gefa þeim 9 kill. Og það er satt 12 sem göttum einur það er rétt á 70 mínútur og það fjall turn hana Bunsi með TP Álfasteinn bara happy feet Já, hann getur ekki gert Belieber flassarinn á Álfasteinn og flip-flop ultar yfir hann fylgdi reyndar hvað Álfasteinn nokkaðist ekki tilbaka þegar hann ultaði. Nei. Eða kannski var þetta bara hjá mér, ég sá það ekki. Húkinn yfir að Halla. Ekki sem hann getur gert. Sett á Jönnu. Þess að segja, það er spurningin hvort að gamestöðin sé bara aðeins að leika sér. Það er mjög intense að spila. Flott hjá leikjars með bara að nota Spirit Rush að endurstaðsetta kúluna sína. Fer hérna 1-3, TP gefur. Double kill og er þetta Quadra? Nei, Garnatrillir fær inn á 17 og Sethis lifir bara með smá líf. Ekki fyrsta skiptið í þessum leik heldur. Alls ekki. Það er spurning hvort að gamestöðin sé bara aðeins að ég fæ ekki einu séns á að segja þetta þegar Bunsi og Belieber eru að berjast á þeim millinu. Frábærlega að spila að Bunsa náða stökkva í burtu frá þriðja empowered auto-attackinu hjá Dianu og stökkva síðan aftur inn og tryggja sér killið. Það er alveg micromanagement á staðsetningu sem er mér ofar sko. Ég frábærlega að spila en það sem ég ætlaði að segja er að spurningu þetta gamestöðin sé bara aðeins að leika sér. Menn að það tekur á að spila svona marga leiki competitively yfir 2-3 dag. Spurning hvort að þið takið þessu sem bara kærkomin í svona léttum leik þar sem þið geta aðeins leikið sér og hlegið með hinu liðinu og þessi þessuna sem að með þessu svona gefur 12 kill. Þarna kom hérna insect play hjá Social Salat, kickflassið gefur á flip-flota sem hann er inn í tönglinu. Álfasteinn enn ekkert í sitt. Já, flip-flop er
Cinderhulk Shyvana fór ekki Shyvarir þannig að það sem við vorum að segja að þetta væri metapick. Sjáu Álfasteinn hoppaðan undir táarinn og Belieber bestar hann niður. En já, mér finnst það reyndar ekkert of vitlaust hjá honum. Hann ekki að fá að farma junglið sitt of vel. Þar sem þeir eru að spila mjög mikið saman. Ég að reyna að fæta og pikka á. Ég meina þessi leikur búinn að vera algjörlega kaos fyrir mér. Það eru 19 mínútur og 30 sekúndur búnar og það eru komin hvað er þetta 40 kill í þennan leik. Það eru 2 kill á mínútu frá því að leikurinn byrjaði og aðeins meira. Gullmunurinn er komin upp í tæp 12.000 gull, cirka 11.800. Og planbílinn að fara í flassokkin á ekki neitt. Næstu því. Hvað ætlaðir að reyna þetta of? Þá vil það text, held ég að svari sé. Þetta hefði örugglega tekist þarna, hefði hitt target. En það bara var ekki að target. Það þessir í vandræðum. Vá, sjáu skaðan hjá Garnarliði þegar hann húkkar leikjarsmetra undir turnin. Bunsi snæpar niður Settis. Og húkkan en hann doublekill bara beint fyrir yfir á Garnartrilli á leiðin út. Þetta er einmitt það sem við vorum að tala með Irilju fyrir leikinn. Að ná að byggja upp svona mikið mobility með kúinu sínu. Jep, hann að spila algjörlega frábærlega. Hann líka Álfasteinn að endur upplifa Lion King minningar sínar frá því í æsku, horfir á hérna endan á mappinu, ímynda sér Simba haldinn upp að Abba þarna á fjallsbrúninni á meðan restin af liðin hans algjörlega rífur í sundur Ground Zero Fucks gefin triple kill fyrir svo salt þarna. Það er spurning hvort að þeir geti gert eitthvað til þess að koma tilbaka í þessu eða hvort að við séum bara að fara að lýsa blóðbaði þar sem eftir er að þessum leik. Já. Álfasteinn að pússa niður hann turn fáránlegt hvað til stann að pússa turna hratt núna eftir að breytingarnar á EN-unar kom inn á Explosive Shot. Ég verð samt að segja sko, það er bara ein skemmtilegasta breyting sem hefur verið gerð á Agikari sem ég veit sko. Tristan er orðin svo skemmtileg núna. Já, hún er líka mikið meira engaging, bara þú veist, mikið skemmtilega að spila hana. Belieber level 10 á móti level 12 Agikarinu, ég veit ekki alveg hvernig það gerist, en Belieber virðist alltaf falla. Álfasteinn húkkaður inn af plan B. En Bunsi hoppar bara fram og tilbaka. Double kill fyrir að, nei, hvað var, fekk hann triple kill? Hann draf plan B og Belieberinn og flip-flop. Okay. En þið sáu þarna aftur, Bunsi gætt flassað úr húkkinum áður en hann náði að klára auto-attackið. Það er bæði passíf hans og það hann byggði Zephyr. Sjá Sisi hennin á Legions meðfra. Þeir eru reyndar auto-bannað henni gerir þetta og það lítið gert. Ignitið tífar á Settis. En hann lifir þetta af og finnur hvort Garnartrilli nær að drepa Legions. Já, hann gerir það! Legions með var búinn að spila þetta mjög vel og nota passífið á Ari, þetta spellvamp sem hún fær mjög vel til þess að halda sig lífandi þarna þrátt fyrir allt afinn sem var að koma inn, en það var ekki nóg. Nei, ekki alveg nóg. Garnartrillir trillt í görnina. Trillt í görnin í mér. Wow, damage sem er að koma út á Bunsi með 2 Zephyr. Við erum að vera aðeins yfir Zephyr, við erum að sjá að vera að löpa rætt. Unique passive, ok, sem sagt hann er með 20%, það er bara Tenacity sem er unique, allt annað stokkar 20% auka movement speed. Ég veit ekki, hvað er hann að hlaupa hratt? Hann er með 480 movement speed. 480, ok, 480 movement speed er sko rugl og svo situr hann á 10% og 10%. Já, þetta er hann 480 er mjög hratt og svo er hann náttúrulega með Phagin inn í Triforce-inu, þannig að hann fær movement speed boostið þar. Þannig að fyrst við vorum aðeins að tala um mobility áðan meðan Wardum er spammað yfir vegginn hann að Garnartrilli fyrir inn á Álfasteinn, notar ultimatið. Álfasteinn reynir að kæta þetta. Frábært ulti og halla þarna. En Belieber fer beint inn á hann eftir að hann búinn að nota rocket jump og hann kemst ekkert úr honum. Býttu, hann lifði?
Jep, sjáðu öll tólinn sem þeir eru með til þess að halda fólk í burtu frá Álfasteini. Þeir eru með Jönnu Ulti, Jönnu Tornado, knockback á Álfasteini og hann stökk sjálfur með rocket jumpinu og það var nú til þess að halda honum lifandi að einhvern óskiljanlegan hátt. Ég held að það döði. Flip-flop, allar að reyna að hlaupa í burtu frá Bunsa þarna en Bunsi er bara Usain Bolt á eftir honum. Slóð þarna Íslandsmeti í 100 metra hlaupi. Já. Já, líka við að Bunsi myndi hlaupa niður Rammus á þessu, ef þetta heldur áfram svona, spurning hvort að þetta verði hérna Friði Sefirinn. Nýjasta OP Aurelio buildið, learned from Bunsi in Iceland. Nei, það fer í Randuins næst. Randuins, eða Frozen Fist. Já. Glacial Shroud og, já. Frozen Fist. Því að það var ekki komið með nóg cooldown reduction, eða 10% svo 20% þá væntanlega frá... Eru allstaðar action bæði í riverinu og á millinu þar sem að Bunsi og Litjansmed bara tóku út Garnadrilli. Þessi blindi húk yfir vegginn hana hjá Plan B. Já, það var rétt við það sem þú giskast, það hélt áfram að vera þetta blóðbað. 61 kill núna komið í leikinn, Bunsi með 17. Já, ég ætlaði að fara aðeins að lýsa þessu þannig að Bunsi hoppaði á flip-flop en svo bara dói hann áður en ég gat sagt neitt. Nei! D9! Álfasteinn, þú ætlaðir að hoppa í burtu frá þessu en nei, Plan B hefur harma hefna eftir aðeins laga framistöð á 15 stigs í síðasta leik. Komboið á Litjansmed bara, hann hafði ekki hugmynd pinkvörðinum í runnanum við hliðina á hann. Sko, þetta er nefnilega ákveðið skemmtilegt. Bunsi geti verið í vandræðum hérna. Já, ætli það sé. Þegar maður ákveði bara að hlaupa í burtu. Hann snýrir svo eða bara bara, þú veist, vinna fætinn. Það er bara, hvað hann fílar með frekar? Mói, er ekki málið að við nerfum Aurelio í staðinn fyrir Nidalee? Bunsi hætti að auto-attacka, hann hélt að Belieber væri dauður þarna en það var ekki nóg, Belieber röltir í burtu fyrir framan nefið á Bunsa sem að situr á sko fárlega miklu attack speed og allt í góðu. Ég veit ekki, hann hlýtur að vera ekki sáttur með sjálfum sig þarna. Þetta getur verið dýrkeypt mistök í alvöru leik. Í alvöru leik? Ég meina, þú veist, já. Ég meina CC Rot Portal komið hana. Bunsi fær aðeins að patta, fær aðeins að svona bæta við dúða CS startana sína. Komið í 222 CS hæstur í leiknum akkurat núna. Já, sýnist Plan B líka verið að builda portalið. Já. Ég meina, þú veist, það meikar alveg sens, eða ekki? Þeir þurfa að... Jú. Það er líka planinu sem við erum bara ekki að sjá. Kemur ljósa eftir. Það er eitthvað plan. Þeir taka hérna Baron, þeir tveir. Já. Halli og Álfasteinn. Halli deyr reyndar. Það þýðir að Baron er komið með jafnmörg kill og flip-flop í þessum leik. En hann er með 11 færri deaths. Sittur á 1-18. En já. Settis að reyna að setja smá Super Minions upp í topplaneið með portalinu. En þeir farið hérna inn á Álfasteinn. Garnadrilli ultið fer inn og eftir og þeir hitta engum húki úr Nautilus og húkin lendir. Álfasteinn samt í vesinni hana. En Bunsi Junior kemur hérna í baki á samt Litjansmed bara og þeir gjörsamlega klína þetta upp. Belieber hittir ekki kúinu þannig að hann fær ekki resetið. En... Triple, kvadra... Er þetta pentakilli fyrir Bunsa Junior? Þetta er pentakillið og það þýðir ekkert annað en Mountain Dew á lifir. Pentakillið fyrir Bunsa. Flokkast það sem 7. killið að drepa CC Rot portalið, ég veit það ekki. Ef hann drepur Tower og Towerinn er 7. leikmaðurinn í Game Zero. Mikið rétt, ég meina... Ground Zero, já.
Ground Zero Fagsgivin voru að spila mjög mikið í kringum þessa turna þannig að gæti verið að þetta sé sjöttakillir en Já, og þetta virðist alltaf að vera leikurinn hérna. þeir ætla að klára þetta. Svo svona dreginn inn í fountainin. Settist með það og Bunsi kláraði þetta. Ég 24-1. Svo sem að þú er. Já, ég skora á Bunsa til þess að henda upp henni í rallygæti á teamsólamid.net. Why have one Zephyr when you can have two? Skemmtilega leikur, þú veist, það er alltaf gaman að sjá ógeðslega mikið af killum og non-meta picks eins og Ground Zero Fagsgivin voru að gefa okkur. Því miður að þá tekst það bara oftast ekki þegar þú ert að spila á móti gæjum sem eru í Challenger og eru komin hingað til að vinna. En ég vona að þeir láti það ekki draga úr sér og haldi áfram að gefa okkur skemmtilega leik. Já, þá, hvað er klukkan orðin? Hún er að fara að verða 5, næsti leikir byrja klukkan 5. Já, ég hef ekki bara setja gott núna þá fyrir smá pásu. Bara, já, takk fyrir viðtalið og takk fyrir að lýsa leiknum með okkur. Mín var ánægðin, ég ætla að fara fram og halda áfram að gefa fólki skins. Já, endilega komið henni upp í HR og byggið í hann. Já, sjáum hvort að einhvern er að sannfæra mig það hefði verið junglunum að kenna, hann tapaði síðasta leiknum sinum. Já. En það verið allavega gaman að sjá það. Ég þakka bara kærlega fyrir mig. Já, takk fyrir, frábært að fá þig. Þá fyrir við bara í smá pásu en komum aftur klukkan 5 í næsta leiki.
champions of the night. We are the champions of the night. Yeah. We are the fighting type, the ones that burn so bright. We are the champions of the night.
seem so absurd, but is this real love, baby? Is this real love, real love? Real love, real love. I know you want it, and if you let me, I can take you there. Yeah, I know you need it, and I can show you what you're missing, babe. Yeah, I know you're worth it. I still feel you on my skin. Don't leave me yearning. I need you to let me in. Real love.
Já, sjálfblöðsum. Við erum alveg að dætt í leikinn á milli Turtle Black og Sekai Seifuku. Eru þeir... Já. Ég hélt að Turtle Black ætti að vera blue side, en Ja, skiptir einn. þeir eru red side. Við höfum ekki hort á leik með Turtle Black eða nokkuð. Nei. Nei, ekki enga til, þannig að þetta er fyrsti leikurinn sem við sjáum ekki á þeim, þannig að við veitum ekkert hvað er að vera að búlla núna helgina. Eins og við veitum að þeir eru búin að ganga mjög vel. Já, ekki tapa leik. Kannski ekkert mjög óvænt. Nei, ekkert endilega sko. En Sekai Seifuku banna út í Relju og Vayne og seinasta bannið er Fizz. Á meðan Turtle Black banna Alistar, Timo og Heimerdinger. Já, það er Ég hef ekki séð Sekai Seifuku vera að runna Timo eða Heimerdinger. En ég veit ekki alveg hvaða bönn þau eru. Sekai Seifuku first picka Nidalee. Nemo og þekktur fyrir sína Nidalee. Já. Og spurning hvort þau fara með hana jungle eða midlane. Turtle Black, Gnar og Fiddlesticks. Við höfum séð leik með Fiddlesticks. Hann fór ekki opbóðslega vel. Þeir unnu leikinn, en það var mjög unconventional pick á þeim Fiddlesticks. Ég ætla að leyfa mér að halda fram að Fiddlesticks pickið hafi ekki gert mikið fyrir þá. Nei, nema, nei, held ekki. Það er svona spurning hvað þarna þeir ætla að gera með hann. Hvort þeir renna hann í junglið eða support eða Crystalsticks. Þeir eru alltaf búin að pikka hann í Draven, vinn minn. Já, taka Draven og Nautilus. Þeir eru búin að banna út Vayne, þannig að pikka Draven, þannig að spurning hvað Hyperactive mun gera. Og Game 80 karjinn þar til seinast. Desulol, lokkarinn Ari og Nemo tekur Elise. Þá er þetta bara support Fiddlesticks. Já, nema þetta sé supportið Elise. Jú, það getur þetta allt gerst. Við höfum séð ýmislegt hérna í dag. Við höfum séð mjög skrýtna hluti sem að gengu upp. Já. Þetta er allavega sterk picks finnst mér hjá Sekai. Nidalee og Viktor og það vel. Já. Draveninn er svolítið svona, hann getur verið með óbærslega sterkur. Já, bara þeir þurfa að hafa mikið til þess að halda hann á lífi, svona eins og Maokai. Jöp. Þannig að ef þeir lokka þetta inn þá er þetta líklega Jungle Nidalee og Maokai topp. Já, taka Kali. Erum við ekki búin að skipta yfir í Champs-Selectið? Hæ! Já, við skulum hafa Champs-Selectið. Velkomin Já. í Champs-Select. Já, það er búið. Já, við erum með liðin hérna að það er Maokai top og Nautilus support, Draven, AD carry, Nida jungle og Akali mid lane fyrir Sekai Seifuku og höldum við nema þeir fari eitthvað furðulegt. En svo er öllum líkindum Gnar top, Fiddlesticks support, Elise jungle, Ari mid og Varus AD carry hjá Turtle Black.
Viðkynni, ég hefði frekar verið til að sjá Viktor en Cyrno Já. spilar mjög mikið að Kali og fílar hann í tæklur. Já. Þannig að Ég veist að hann sé virkilega góður á Akali. þetta er bara svona, þetta er comfort pick fyrir hann, þannig að Jep. allir veit hvað gerist. En ég er spenntur að sjá þetta botli. Sjá. Svonur Summoners, ekkert eitthvað. Ekkert óeðlilegt. Engin Bróðst hér. sost. 2 ignite á hvort lið. 1 til og 1 TP og restin flash. Já, þessi lið ég verð nú eiginlega að segja að mér líst betra á tímabilið hjá Sega Shufuku. Þótt mér hefði pínu líka betur við að upp á championana ef þið tekið Viktor, en þetta er náttúrulega Akali comfort pick hjá Cyrno. En samt þá langar mig pínu að sjá fitur stick support hjá Salsador. Já, sjá það ganga upp og síðan Idikarin Varus. Þeir eru með gott waveklýr hjá Teletech Black, þannig að það ætti að vera mikið vandamálið að fara að siegea eða vilja fara í eitthvað svoleiðis leik. Ég veit ekki alveg hvernig myndi enda fyrir Sega Shufuku Nei. þar. En það sem þeir vilja gera samt er bara að snowballa, að Kali snowballa, dreifir snowballa Já, og vera bara með þvílíka pressu og klára. já, heldur betur það. Þeir ætla sér að vera fyrsta lið til að taka út Teletech Black. Besti tími ever að hafa háringin þegar LCS er í gangi. Það var náttúrulega mistökki á Riot að hafa LCS þessa helgi þegar háringurinn er. Ég var búinn að ræða við þá. Já, þeir hlustuðu greinlega ekki. Þið getið fundið Óla Krumma Ræðal Bró, hann er hérna að labba út úr húsið og þið getið skamma hann fyrir það. Já. Svo skikna ákvörðun hjá þeim. Við biðjum vinsamlegast að laga þetta fyrir næsta ár. Sleppa LCS þá. En, já, ég er spenntur, ég held að þetta er að vera mjög solid leikur. Já, eins og ég sagði þá mér líst betur svona á teamkompi hjá Sega Shufuku, en bara þetta individual skill hjá Teletech Black og bara team skill til að spila náttúrulega mikið saman. Þeir fóru nú unnu hérna Fólkan og fóru í Nordic Open, en já, þeir skiptu út junglinu sínum síðan seinast, en þeir eru bara það sterkir einstaklingar að ég held þeir myndi taka hennar leik. Ég ætla að spá því að þetta velti dálítið á Rókaholic að ná að vinna lane sitt, verða stóra sterkur, þannig að hann sé þetta frontline sem liðið hans þarf. Því að Teletech eru með mjög mikið skaða en eru freka brothættir fyrir utan hann. Sölvi fær ekki vera með í þessu spektiði. Alright. Ok. Já. Spurning hvort ég sé það. Jú, ég er dottininn. Já, ég er þá. Svona. Já, ég veit ekki hvað gangi mér. Frekar traditional start hjá öllum, ekkert eitthvað undarlegt hér. Nei. Sekai eru hérna að trilla niður bottina 5. Þeir ætla að taka eitthvað inn veit. Já, þeir grúpaði sér saman meðan Teletech Black bara neitt defensive. Já. Og já, Standa þeir ekki inn í runnanu, það reyndar. að reyna að grípa eitthvað. Og þetta í mörgum leikjum dag hefur þetta virkað mjög vel. Já, þá hafði reyndar staðið inn í runnanum, þannig að en ég held að Teletech Black veit að það er
mjög kjánalegt að vera að innveita Nautilus og Maokai, vera að facechecka eitthvað sem að þar sem að þeir Já. getur verið að standa fremst. Þegar það er eitt þeirra er ekki gott. Þú verður bara að horfa hjá mér. Já, ég lofa. En já, þetta er bara, verður ekki típiskara. Nei. Þeir, já, gefa botlininu hjá Delutech Black, þeir gefa þeim groppin og ætli Sega Sifuku að þeir fáið Krux. Mér sýnist það, þeir ætla bara að taka, Hvort hvað? að Auslaug sé að fara í range á spjótinu að byrja á því. Nei, hann sólaði rétt, þannig að þeir bara taka þetta allt í einu. já, þannig að Nemo er hérna aðeinn en nýtir köngurinnar mjög vel til þess að taka sér minnstan skaða. já. En Þannig að bakkar til Raptors. Auslags í vesinni. Nei, það hefst. Já. Læsilegt. Já, Delutech Black ballinn núna komið inn á level 2. Ná, góðu treytin yfir að pólska dólk. Það var strax aggressiv með fullorðstegs fyrir og drain. Það er bara flash. Flash, ignite, drain. Og flassið á hann. Gerir ekki mjög mikið. En pólsku bara sultu slagur nota einhver sömunas. Já, en ná að pussa hann vel út úr leininu þannig að Draven fer ekki að snúbla svona snemma. Það var snær að halda honum nokkuð vel út úr leininu. Og þetta er bara ekki góða dagur hjá dreinin. Alls ekki. Þetta er svolítið því að náttúrulega Varus getur bókað hann fjarlæg. Hann má ekki taka mikið minni skaða. Nei, líka fullorðstegs krákurnar. Þetta er ef það ná að skoppa rétt og það hitt ekki. Hvað? Spurning hvað Nemo er að gera, hann er að færa sig hérna aftur á. Hvort hann ætla að taka bara tower dive og treysta á að Nemo geti verið að fella þau. Já, ég meina að þeir eru með Já, Elísinniða, Sarsator, lappar hérna aðeins upp aðeins hraðar aðeins, Nemo, tekur Tavaragröð og það er first blood til Sarsator. Halda henn áfram, Skeppni tekur Nemo, hann er ekki að repella upp og Já, bara bötta Sarsator rétt lifir af. Það rýst alltaf tölvunni. Á meðan síst mér að Def Lol hafi verið neittur til þess að baka. En hann kaupir sig eitthvað fallegt. Já, Gino hefur náð að forsa flassi hjá honum líka. Náttúrulega Vel gert hjá honum. Já, Neita líka. já, ef að Gino bara komast á level 6 á undan Dieselor þá hún er að halda áfram að koma nú út í leini þá held ég að Gino geti vel unnið þetta midlane en á meðan í topplane þá er þeir eitthvað einn að slást Rockaholic og Baharot en ekki mikið meira sem kemur út úr því. Varus er búinn að byggja tier. Það er virðist að hann ætla að taka manúna á þetta. Taka snæperinn. Já, það við höfum maður sé mikið af því núna í LCS solo queue öllu. Líka Varus midlane jafnvel. Það er líka bara ágætlega gáðalegt á móti Já, maður dreifin nótast. Þú vilt ekkert vera nálægt þeim. Nei, getur fara maður safely með kúinu þín og harrasta það í burtu og ég meina Skeppni er alls ekkert að vera neitt mjög standa aggressiv eða framalega neitt sko þannig að það er mjög þægilegt lane fyrir Rockaholic og Sarsator held ég. Já, dreifin er núna 16 CS á móti 33.
Hann er í tæpa 30 stacks. En kíkjum hérna aðeins á nei, heyrðu, við skulum ekki gera það. Það er þegar að fæta hérna í botlininu Salsador. Ef það reynar sig, heldur sér aðeins á lífi. Polski Dolgur Ignite er á honum og TP kemur niður hjá Rockaholic. Hann er mættur en á meðan allt þetta var að gerast þá er í midlane þá fellur Desulol en þeir svara með því að taka út Polska Dolgin. Við kíkja hérna á midlane. Hann gangaði, kom inn að nefnilega í gangi, hann Baharot. Komur svona 3 fram hjá vortanum. Og Bara einu saman hann og gefa Cyrno killi. ekki vel að komast til þetta. Það auðvitað misti við. Þeir eru hérna að Cyrno er mættur hérna niður á botlane. Rockaholic er að fara að fá megagnar, hann er fyrirhaður, hann Cyrno. Og Hyperactive lifir þetta af, Ignite er ekki nóg og Cyrno er stönnaður upp í vegginn og þarf að flassa í burtu frá þeim. En Hyperactive rétt komst af. Fíla róminn hjá honum Cyrno og Kali, hann verður að geta snowballað. Hann þarf að verða þessi ógn sem hann líðast þarf. En Sjáu hérna Polska Dolg færin á Rockaholic. Rockaholic er á level 6 en Polski Dolg er hans á level 4 og hann er að pussa hann út úr þessu leini. Er með þessar spinning axir sem að aðstoða hann við það. Hauslaus tæpir í junglinu. Sjáum að skeppni fyrir hérna bara beint inn á Salsadorinn fyrir þvílíkt rotation á því. Þeir eru Sega Shifuku reyna að komast inn í þetta vision control. Þeir eru konum með sidestone og skeppna og að vera að kaupa warda á efri hlutanum. Og það er bara mál að koma þeim niður. þeir eru hægt og örugglega að taka forystuna. Gullmundin aðalega þó á botlininu, en það er ekki doppelt gott við öll með dreifin. Þeir eru að hlaupa þessu aftur. Já, þeir eru komin í hérna tveir í gangi. Vá, heyrðu, fólkin lendir samt á honum. Cyrno fer undir towerinn og Desulol rétt lifir þetta af og Nemo fær killið á Cyrno. Hann heldur áfram fyrir hann á hauslaus, nær ekki að gera alveg nógu mikið skaða og það er double kill fyrir hann og flassar í burtu til að lifa þetta af. Mjög flott, mjög vel gert í hana hjá Tölutek Black að snúa þessu dæfi við. Salsador í dæfið á botlininu á Polska Dolgin. Hann er aðeins að sísi að Hyperactive undir táinum og hann fellur. Baharot var mættur að það er shutdown gull fyrir hann. Já, hann er búinn að duglegur að Rómo er samt ekki eftir á í CSI því að út af Gnar teleportan á það. Gnar hékk svo lengi á botlane. Þannig að þeir ná aðeins að sá. Já. Við þurfum eiginlega bara að koma nær mækinum, ég held að það er allt í botni sko. Já. Þannig að við erum bara að sitja nær. Og tala herra. Já. Já, 10. mínúta, Tölutek Black, núna 3k á undan. Ekki jafn mikið gold lead og við sáum í seinasta leik. Ekki ennþá alveg. Það var að, hvað, það er 5k á þessu tímabili. Heyrðu, þeir engageaði inn á skeppna, Desulol nær þjálminu en skeppni er frekar tanki þannig að það tekur smá tíma fyrir þá en það breytir einhvern veginn á honum á endanum. Salsador að flassa yfir vegginn og lifir þetta af og Cyrno vill reyna að komast að honum en hann kemst ekki og Desulol nær Cyrno eftir að Nemo hoppar upp í rappel.
flott spyr hjá hauslaus yfir á DS-lol. Virkilega vel gert og nær þá að stökkva lengra í kúkarform. Já, þetta voru talveg dýrkeypt mistök. Fá nú samt kýluna á Tyrno en pólsku dólgur nær að brokka passinu sínu. Getum við séð einhvers staðar hvaða er mikið gull? Séð ekki. Hann alltaf er samt ennþá dálítið átt eftir Hyperactive en þetta aðstór. Já, Hyperactive virkilega langt en þeir eru farið með 79 móti 32 fyrir pólska dólg. Við sjáum líka skeppni Varadinga 6, En Hyperactive þeir er 8. fara hérna inn síðan aðeins niður en Salsator fær frítt ulti og pólska dólgur getur ekkert gert. Rockaholic meira þess að í típið á bot og fær þannig skeppna og double kill fyrir Hyperactive. Ekki skrítið að þeir vilja að hann fara að rúlla. Algjörlega spila þetta gríðarlega vel. Ískaldir. Ekki hvort að ná að stela þessum drega. Nei, gera það ekki. Já, þeir drepa hennar baðhráðast með að við vorum ekki að fylgjast með. En það þá kemur stöðunni fyrir Töluteig Black 12-5 á 13. mínútu. Og gullmunurinn að alveg að spinninga akkurat á haldi. Já, Tyrno fer henni beint inn á DS-lol meðan Rockaholic er í baklínunni. DS-lol er átt með hana en Rockaholic er með honum þannig að hann rétt nær honum ekki. Það var spurning hvort að passið hjá DS-lol hafi náða rétt svo að halda honum í lífi og Tyrno reyndi að var aðeins gríti fyrir þetta. Já, langar að djúka eitthvað með plassinu en endar á ég að missa það og lífið. Þetta er sterkur leikur í Töluteig og þeir verður svona verið í ágætis formi. Heldur betur. Segga er náttúrulega að halda vissum kontról alltaf á sínum helming þótt að þeir sjá nú lítið inn í junglinn hjá Töluteig Black. Salsator er búinn að planta sig hérna á topplane og býða eftir formanöfu en það er dálítið langt í þau. Á meðan er Hyperactive bara 1 á móti 2. Þú er búinn að póka pólskan dólg það mikið niður að þeir geta vonandi gert á mótinu. Já. Samt, dálítið hættulegt með hvað er að hafa lítið vision í þarna í junglinn hjá Segga. Já, fá að beita út Spirit Rush frá DS-lol. Pólsku dólgur er orðin frekar login á botlaneinu. Hyperactive flassar inn að eftir honum. Skeppni notur ulti á hann en og lítið sem hann getur gert. Hauslaus er hérna á leiðinni. En það er double kill fyrir Hyperactive. Hauslaus hittir ekki í spjótinu og restin af liðinu er komin til að bjarga honum og hann tekur þetta 1v2. Hann er bara orðin virkilega feld með brutalisirinn og mannumul. Salsator ultir hérna inn undir táin á Hauslaus og Nimmo átt hann bara niður með kongulónum. Heyrðu, en Salsator fellur til táinsins, pólsku dólgur fær það. Þannig að þessi killir mér hnit með útli. Á meðan eru Gnarr og Maka er ekki sér topp. Það er bara, þeir eru alveg takki. Þetta er bara frekar mikið farmfestival. Heldur betur. Hvað er ótýra að Töluteig Black ekki bara mitt? Takk að það fyrir frýtt. Jú, ég held að þeir eru með þetta smá pressur á botlane og bara
fara í hennan síðsleik. Ég meina Hyperactive er farin að miða mjög mikið með kúinu sínu og ég meina og lítið sem að Cirno og Polska Dolgur geta gert í því ef að þeir lenda fyrir því. Það var náttúrulega voru lítið til að dodga. Þannig að þeir, já, ég held að þetta er bara að fara í að siegea. Já, 8 skuldmennur. Dregi eftir 2 mínútur, þannig að þeir geta nú grúppað á okkur objectives ára hann kemur. Gaman líka hvað Sarsador er bara ekki hrættuð neitt. Já, Bara nei. einn labbandi. Var nú búinn að vera standa sig mjög vel. 2-8 og þetta er einmitt það sem þeir eru að fara að gera núna þegar að siegea mittið. Þeir eru náttúrulega með hana Ari og Elise í það og sjáu bara þeir eru bara að vinna þetta auðvitað. Cirno er forsaður út mjög auðvitað. Vá, Já, ok. einmitt. Allt í lagi. Ég meina hann er komið með Last Whisper, Brutalizer og hjá manumuni. Það er bara ekkert hægt að taka svona högg. Nýttarinn er að hefna sína aðeins, en Já, það jafnast ekkert á við að pók hjá Hyperactive. Cirno langar henni í eitthvað. Þið sjáu að þeir eru þarna 2 en baklínin er restin á hliðinni og Salsador últir henni inn. Desolor með flotta charmi yfir á hauslaus og hann fellur. Baharot núna er targetið, þeir fylgja eftir honum og Hyperactive tekur hann niður með kúnu sínu. Og Rogueholic með flass-ultið fyrir double kill og það er aceið fyrir Tölvutek Black. 21-6 núna og þeir fá mid-inhibitorinn. Já. Þessi aðferðsætið ykkar. Póka og svo bara frá allin. Já, Maðakai er kominn með Rage Glory. Það er spurning ef að þeir ná, ég veit ekki, ef þeir myndu ná að kveikja því allir hlaupa og sprengja til dæmis Hyperactive, hvort þeir gæti átt séns. já, ég veit það samt ekki hvort það muni virka, ég meina því að þeir náttúrulega með, ef þeir eru allir saman, þá eru náttúrulega með Salsador fyrir, Rogueholic slóið og charmið síðan og líka Hyperactive með smá CC líka, þannig að ég veit ekki alveg hvað þeir ættu að gera. Nú fyrir komið með Somnias, þannig að hann nýttir stokkinn alveg hættulaus. Knarr er að vera svo takki. Með Hextringar, Banshees, er að vinna í Já, einhverju sniðu. Góður armor. Ekki það sem mikið ógnir akkurat núna. Sem þú þarft armor fyrir. nei, sjáum hérna Baharot er að reyna að pikka hann í junglinu, mjög þykkur en þeir ná aðeins að tjönka niður og Desolor lúlta bara á eftir honum Spiritress. Charmi er á hauslaus og fer áfram inn, Skepni kominn til að reyna að redda honum en það er ekki nóg. Jú, Desolor fellur hauslaus, fær þetta kill, hvað var það red buffið eða eitthvað bara sem klóraði hann? Já, það ekki. Ég held að Sama tíma er Hyperactive bara einn í heiminum. Svo langt undan í CSI. klýra hann að nánast veið með einu kú. Hann fer að klára Ghostblade. Þannig að þetta er ógeðslega mikið af póki sem við komum með. Ari með Lutisek og Fittustex með krákuna, þótt þeir gerir kannski ekki mikinn skaða, þá er áhrif og svo... Og Silence bara. Já, nefnilega. Já, og hann bara fyrir inn. Já, hann voltar henni inn undir towerinn hjá Sega Seppuku og Hyperactive snæpa niður Skepna en þeir treytaði fyrir Salsador. Sarsador gefur líf sitt fyrir Hyperactive. Og þeir taka top towerinn, Tölvutek Black.
menn Hyperactive reynir að pressa hann niður á botlinni líka. Bara ekki með rosalega mikinn armor en hann er með mikið health points. Polskudólgur bara með Bloodthirsterinn meðan Hyperactive er með Last Whisper Manamune og Já, maður væri til að sjá meiri Brutalizerinn. Reifum á dottak. maður sé meiri. Já, þeir fá inn á bot inhibitorinn. Það er bara ekki sem að segja ekki gert. Nei, í rauninni ekki. Þessi leikur er eiginlega bara búinn, myndi ég segja. Þetta eða hvað? Ætli þið ná að snúa sér við þarna. Baharot er einn á baklínunni. Nei, þeir ná ekki að snúa sér við þarna. Desulol ultir henn inn og fær nánast doppelkill með einu Q. Cyrano 1 á 5 og það gengur ekki. Triple kill fyrir Desulol. Svolítið hættulegt ég að Baharot og stöfurinn einn inn. Já, Ekki nógu tankið til þess. engin með skaða í rauninni hjá Sega Sefuku, þannig að þessi leikur fer til Tölvutek Black 29-8 og það er reysið og þeir taka niður Nexusinn. Já, mjög bara hreinn og öruggur sigur hjá Tölvutek Black. Ekkert smá. Og bara á fyrstu 4 mínútunum fór þetta að líta út þess að tala Black sigur. Það var eiginlega bara aldrei vafi eftir það. Já. Já, þá er allavega einhver smá pása núna, minnstu kosti til 6. En allavega við sjáumst þá bara. This is forever. This is forever.
time that you don't. You leave me waiting all alone. Breaking words you said in fear. Promises that felt like tears. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. Fighting battles we can't win. Can't you see the mess we're in? Choking up on every sin. Your promises don't mean a thing. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been
time to get 'em on. Living life for the next drop. Boy, nerves time to get 'em on. Living life for the next drop.
Ég er sett að fara að rústa Bruns og sósasalat. Það er ekki svo þeir geta eitthvað í svo leik. Nei, allan að það ekki geta neitt hingað til. Þannig að við ætlum bara... Erum við að fara að setja eitthvað á línuna? Ef að við vinnum þá fáum við að standa upp á pall með þeim. Eftir vinna. Eftir vinna? Þá fáum við að standa fyrir fram á þá og þeir þakka okkur fyrir sigurinn. Bunsi Aram, lol. Já, það fara ekki að grenja fyrir sig. Stundum að vera ekki challenger. Ég er full að dróða þessu, spila kennan, ekki neitt. Sjóri, þú þarft ekki eitt masters. Þetta er ómætt. Ég er með ógeðslega þetta er ógeðslega núna. En já, það verður gaman. Good. Ég hef engar áhyggjur. Ég held ég tökum þetta bara. Ég er reyndar ekki með skinn á þessum Sölvi! Ekki á þessum makkan. Já. Sorry. Það er ekkert annað. 10 kills eða annar tower. Ég skrifaði reglunar, var það ekki... Er það ekki, Ok. ættu ekki að hafa annan tower Jú, eða jú, 10 jú. kills? Jú, það er rétt. 10 kills eða annan tower. Og þið voru búin að heyra hvað gerist ef við vinnum. Sjá. Recommended items. Hvað er að kaupa kenni? Já. Þetta var það, eitthvað sitt. Fuck it. Við stjóða. Samt ekki. Nei, ekki mér aldrei. Ég er með getur manapussun, þannig að ég vil til í þetta. Full að trúa sitt. Við höfum 6 mínútur til að vinna á. Ég er ekki eins og döið. Ég er fullt að líða eftir. Og kemur auðvitað ekki stærð það að rapa en með mig. Tikki. Hvernig getur einn maður verið svona Það er ekki alltaf nefnt út kúm, my bad. Herðu, Já, ok! Hvað? Já, herðu, wow, shit! Sorry. Nei, þetta er ekki að grínast. Þetta er alltaf leið, þú veist, það er ekki búið að gera sko sem er í leiknum. Bunsi var að reyna eitthvað, en það gekk ekki upp. Góður. Bunsi. Takk, ég alveg að hitta hann. Hvernig ofan að sér að djúpa? Okay. Þú bara... Sölvi, þú karrið henni? Nei. Ég held ekki að væri svo góður ég geti tímasett þetta alveg perfectly. Ég er full að trúa þessu. Ráfið að leiði að reyna þig. Wow! Nei! Nú erum við sýnikæsli hvernig á að hitta abilities.
spila Ken? Ha? Af hverju spila fólk Ken? Af hverju pikkaður í Ken? Hvað flippar það eiginlega? Hvað er maður? Já, það er segja sér Fúku Tölvita Black er búið. Það er að klárast. Það var svona frekar öryggur sýryggur hjá Tölvita Black. Okkur frekar spila við. Tekin. Bunsi vonum sér að hlusta því þú varst tekin. Það er ekki mæ. Vá. Þetta er blöð. Áveg. Það er hann með divers. Ekki. Kom. Ég draf Bunsa. Ég er bestur. Þú fékkst það. Shit. Ég ætla að ná hann völdinu mínu. Ég ætla að græja skrúgöngu hringinn í kring sólunni til heiðis mér. Recommended items. Já. Mér líst þér það. Sekai á móti Tölvita Black. Það er búið að replacea bara alla í Tölvita Black fyrir Bunsa og Sosa Salla. Þeir sögðu bara að það væri nóg. Organisationið. Og Já, þú dodgeaðir hérna. Ég vil ekki. hann er svo ógeð. Bunsi hættu. Sem sætum sem hann er með. Hvað er með? Shit. Með nokkra kökur. Bling bling bling. Með nokkra Subway kökur. Nei. Líf mitt. Ok, here we go. Svona stuttir eins og einu mín eða er ég bara eitthvað blindur? Get ég ekki hitt húið fyrir. Þetta er ekki hann. Heilum á. Lama. Hvað létt? Oh! Ha! Easy. En þess ekki maður. Nei, ég held að vera bara góður. Ég er bara enda á leiðandi. Hú? Hann er örugglega ekki inn. Hú? Hvað er hann? Þarna er hann. Það er núna. Eða ekki. I am the greatest. Nei, þú veist ekki neitt. Jæja. Nú er klukkan orðin. Spurning hvort að... Nei, það er ekkert að vita. Halló, Diddi. Einhver. Spurning þarna, já.
Þetta er bara létt. Þetta er bara easy. Heyrðu, nei, það var ekki hann! Ég bara, Kýmur. af hverju fekk ég 25 gull fyrir að drepa sós og salat? Er ekki svona? Jú, ég var að senda það skilbúða. Hvað? Herru, ég veist með Sonjas, ég keypti með Sonjas og ákvað að nota það ekki. Nei, Sterkur leikur. það er ekki alltaf að nota það, sko. Nú er hann komið með Black Leader og Brúðalaxir, þannig að hann getur fara að valda okkur mikla sáttur. Gott inn. Komum svo. Jú. Hjálp. Nei, dammit. Herru, hvað gerist? Nei, Hvað hann skeði? fór inn í fokkafor þannig ég náði ekki kúinu. What happened, man? Sérðu hvað verið með það? Og svo bara... Akkur, þú bara Já, hvað er tessir Sonjas? tíma að þróa þessu. Já, fyrirgeðu. Ég er að fýta. Ekki hann að fara að klára þetta maður. Nei. Þetta er bara ekki liðið bótt. Þessi með Outlay, nei þetta var lag sko. Hefði ég náð kúinu sko. En hann fór inn í runna þannig ég svo það ekki. Ég er bara að grínast. Slaka á þarna. Hessi gæi. Við erum búin að tapa. Einhvern veginn. Nei! 10 Já. kills. Ans! Örlögin ekki með okkur. Varst þú ekki bara með einhverja 70 deaths eða hvað einlega? 6. Já, það er að koma sem sagt Dæfnsi Það er að koma leikur á milli skakamát og forhead Er það ekki bara forhead? Eða er það 4 forhead? Forhead Já, forhead. Þannig að það eru 3 forhead 3 forhead. og Kappa 1, 2, 3. ég ætla að grenja út invite Kannski vill hann ekki við stríma leiknum hans. Kannski það byrðum fallega Já, þetta er alltaf gerast höldum við Já. Svona á næstu mínútum. eða sem Eða við tökum bara eitthvað annan leik. sem byrjum sem að segja hægur og leik, gamestöðum, nota 15 eigunur Já. Við líka bara farið í það til þess að fá að leika og klára það af. Já, það er ekki bara Já, mér er það ekki að, já. Heiti ekki. Þá bara breytum við Já. Næsta leikur er hvað segir við? Gamestöðum versus aðþrengdar eiginkonur. Eiginkonur Finnst það svo gott nafn? Það er svo gott nafn. Aðþrengdar eiginkonur. Halli has invited you to play a game.
Já, við getum að staðfesta að Bunsi getur ekki neitt í þessum leik og hann dó alveg nokkur sinnum. Já, við horfum á leik með aðþrengdu eiginkonunum, það ekki, í dag. Móti hverjum voru þeir aftur? Var það úr gamla bracketinu eða? Já, móti Gainers. Ha, fyrir ekki. Við horfum á aðþrengdar eiginkonur í dag og það ekki, á móti Gainers. Já, það held ég. Já. Er það rétt að við erum að fá gestur okkar? Já, hann Tetis er á leiðinu og ég ætla að reyna bara að fara að finna því að við erum... Já. Það Hann kom inn í gær, þannig held hann ætti að vita hvað við erum. Hann er fyndinn. Nei, það var bara vel kallt hjá okkur. Já. Já, ná í... Nei, við erum stólina. Þetta er bara eina. Þennan? Nei, hvað? Þrýr? Já, ok, þú varst með stólina. Já, til okkar er kominn hinn engin annar en Tetis. Einu sanni. Mikið rétt. Mikið rétt. Og við erum að fara að henda í leikinn Gamestöðin á móti aðþrengdu eiginkonu. Þetta ætti örugglega að vera jafnari leikir heldur en þeir sem við erum búin að sjá, en ég held að Gamestöðin muni taka það samt sem áður. Ég er að spá í að vera bara... Ég er mjög spenntið fyrir þessu leik allavega. Já, ég held það. Alveg virkilega. Við erum bara að sjá þetta. Við sjáum þetta. Ég ætla að vera myndavelni. Ætlar þú að vera myndavelni? Ok, það er fínt. Já. Og þá fæ ég að hvíla sig að guðdóma að vera. Hvað veist ég? Já. Too late. Alright. Já, spurning hvað aðþrengdar eiginkonur vilja gera. Hvort það vilji targetbanna einhverja út, en veit ekki hvort þeir græðir og svona. Við búumst við allavega standard Wukong og Rumble bans. Já. Þar sem þeir eru virkilega góðir í championum þeir í Gamestöðinni. Svo mér sýnst þeir vera að targeta Bacon samlokuna í Gamestöðinni. Og hann er náttúrulega, hann er gríðilega sterkur millinir. Já, við sáum hann taka Nivju í dag og hann, var endaðan ekki 10-3-17 eða eitthvað kjaftaði. Hann er rosalegur á Nivju. Hann er virkilega góður, sko. Já. Þarna bannaði Rumble, sko. Það er náttúrulega, Bunsi, hann er ánefa næst besti Rumble á landinu, þannig að þetta er alveg sterkt að taka á honum. Já, hver er besti Rumble á landinu? Hann heitir Tetis. Tetis? Hann er hóar líka. Nei. Hérna, gerum þetta fyrir þessa fáfróðu sem veit ekki hver þú ert. Já. Þú ert ofalega á töflunni. Ég... Já, senast að vann ég hjá Gamestöðinni Gragas. Til þess að? Og senast að vann ég fara aftur Hjátt að Bunsa. Ég vil í Relja. Já, ég myndi búast við því. Hann er mjög sterkur henni. Já,
Já, það sem var slátra Þetta kemur svolítið á óvart. Já, Taka af Halla. já, hann og já, þeir ferspika Rek'Sai. Það er svo allar að Já, henda Rek'Sai í sósuna og já. Nú ert þú svona góður spilari. Já, Rek'Sai. ágætur. Hvað finnst þér um Rek'Sai núna? Mér finnst það að vera mjög sterk við það. Sterk? Já, þetta er víst Er ólíkra grummi á því eða? Ég skil Rek'Sai er mjög kvenkins. já, Hann er kvenkins, hann ok. er víst kvenkins, sko. Já, hann er með mjög sterkt early pressure og en með mjög mikið damage með við það hvað hann er takki. Já, Það er að díla við hann. Og svo er hann alltaf með þetta vision dot sem skiptir Já, miklu já. máli sérstaklega í svona high level leikjum. já, getur counter svo margt. Til dæmis gerir Evelyn Jungle algjörlega gaslausa Já. þegar hann er Dorot. Já, þeir heita Aðþreyndar eiginkonur. Aðþrengdar Það ekki? eiginkonur. Já, það er svo erfitt að nöfnin er ekki í Champions-leitinu líka þá eða í game-nafninu, ég var að reyna að leita því en ég fann það ekki. Já, þeir eru með Taku Chivönu og Alistar. Já, ég fíla þetta mjög vel hjá Já. gamestöðina að þeir taka Lulu af Syndra, toppleinum hjá aðþreyndum eiginkonum og Já. hann hefur verið að spila hana mikið og er svona helst að comfort byggja hans. Já, Bunju hefur líka verið að taka hana mjög mikið. Já, hann er alltaf mjög góður á Lulu. Já, hennilega bara tróðfullt matchhistory af Lulu. Þannig að það verður spennandi að sjá það, skemmtilegt og getur hjálpað í svona, hvað er sem Protect AD carry kompum með. Sjá, þeir eru búin að pikka Jinxina, þeir svolítið Já. ætla að láta Elvar karja sem hann er náttúrulega líklegast. Botlaning hjá gamestöðinni er virkilega sterkt. Já, mjög sterkt. Elvar er náttúrulega besta aðtekari Íslands samkvæmt lofsérvæðinu og við vitum nú að það líkur ekki. Aldrei. Aldrei. Já, það sem matchup sem ég ætla samt að highlighta í þessum leik, það er midlanið. Það Já. er Bacon Samuelkan sem er búinn að vera, já, ég myndi segja aðaleikmaður hjá aðþreyndum eiginkonum á móti Palla. Og þetta er skemmtilegt við þetta því að Bacon Samuelkan, hann spila mjög passíft á lane'i Já. og Lítus Medbra, hann spila mjög aggressív á playsir. Já. Og hann fær oft sósuna með sér og reynir að snowballa og gaman að sjá hvernig þetta fer hjá þeim. Og ef hann nægir að sjötta niður Bacon-sánugunni, hann Palli, Lítus Medbra, þá er þetta að fara að vera mjög erfitt fyrir aðþreyndar eiginkonur. Já, heldur betur við sjáum þetta Lítus Medbra tekur Oriannu. Hann tekur Oriannu, það er alltaf að fara svolítið mikið bara í Protected Jinxi. Já, erum með hana 3 skjölda fyrir hana og síðan Þetta líst mér á. og 6 Fáum að sjá 6. Hann er að kíkja aðeins upp hérna svona leik hér og þar en Þetta er svona klassískur Bacon champion. Þú ert þarna fyrir aftan að endalaust að henda damage í liðið. já, Og bara óþolandi að henda kúum og já, standa lengst í burtu að klíra við þess. Það gerir þeim örlítið erfiðara að sítja þegar það kemur að því en þeir ættu nú alveg líka að fara með, vel með það þar sem þeir eru með Oriannu og Jinxin í klírið. já. En já, En við sjáum það að þeir eru ekki með mikið dæf í liðin hjá aðþreyndar eiginkonum. Þannig að það verður erfitt fyrir að ná Jinxinni. Sérstaklega með öllu þessu píli. Þannig að já, við búumst að því að Elvar er eftir að fara smá hamförum í þessum leik. mögulega. En þeir eru reynda með A-listan ef hann Þeir eru með kemst upp A-listann, að henni. sko. Ef hann kemst upp að henni þá... En þeir eru náttúrulega með þá Halla og Bunsa til þess að píla niður. Já. En já, þetta eru þá lokapikkin okkar og fáum bara að sjá samanspilana þeirra. Ekkert óvenjulegt í rauninni. Six með klassíska barrierinn og Rihanna með heal og annars erum við 1 TP á gamestöðinni, 1 Ignite á gamestöðinni og líka á
Já, Það þetta er þykir Nautilus top. Það er kannski Já. verið gaman að sjá það. Já, Nautilus sem þetta er Lulu. Þetta er, Lulu er svolítið að fara að skemmta sitt upp, að Já, búlja. hann búlja hann mjög hart. Já, það held ég sko. Finnst þið að er að fara að hafa gaman. Já, ég held það, algjörlega sko. Það er náttúrulega interesting að sjá að þeir eru að taka teleport upp. Ég veit ekki hvort ég er sammála því. Ég veist, Nú? Ignite skemmtilegra. Það er meira kill pressure. Já. En kannski að spila aðeins meira fyrir liðið, heldur ég. Já, sumir eru eitthvað í því að spila með liðinu. Já, ég... Mælum ekki með þetta. Nei, það er ekki leiðin til að vinna hér sem leik. Ekki þitt þing. Allan ekki samkvæmt minni reynslu sko. Já, ég er ekkert á móti Bunsa að vera að taka típi til að spila með liðinu sínum eða hverjir er í liðin hans. Já, það er kannski svolítið þarna, það er með álvast inn á botlinu, þá er auðvöldara með típið. Já. Þannig að, já, þetta verður spennandi leikur. Já, Sjáum líka Bacon samlokana, hann tekur barrier en ekki heal, það er líka svolítið áhugavert. nú já. Á meðan Oriannan er með heal. Það er báðan með defensive en breyta aðeins til. Oriannan aðeins meiri liðspilari með Já, healið. upp á healið sko, já. Og hann alltaf fæ moverspeedið sem er mjög gott, sérstaklega hann fyrir góða spilara og getur notað til að dodga slatastöfi. Það er mjög mikilvægt en Baconi vill bara fá flat burst á bíð. Algjörlega sko. Ef þú kíkir svo upp á skjáðana, sérðu þetta misgáðulega spjall. Við skáðulega. Já, fáið að sjá leikinn á Ditto, ekki núna. Þetta verður gamestöðin á móti aðþrengdu eiginkonunum. Já, það er Hátu Akali, Tjerno er án eða besti Akali spilar landsins. Já, nú gladur að heyra það. Já, þú veist Er að þetta kannski hann? Nei, þetta er ekki. Ok. Þetta er svona, myndum við að segja að þetta var næst besti Akali spilar landsins. Baldur, eða Tjái. Hún er að spila eitthvað á mótinu, það var kannski séð. Já. Þannig, Já, í hvaða liðina er hann aftur? ég veit ekki hvað liðið heitir en hann er allavega með retro. Þeir eru hann að tveir að reyna Túmon karriarlið. Já. Tómangarja liðið, já. Við veit ekki hvernig það er búið að vera gangað þeim. Þessi er búið að ganga vel hjá þeim, sko. Það er gott að heyra, gott að heyra. Hvað var það? Það er ekki Joey og eða A. Já, þessi Hátu Akali, hann er náttúrulega einn af þessum klúbbi sem hefur komist í Challenger af Íslandingunum. Já. Tók það á Tyrknesdagsvörðnum sem er helviti mikið achievement þar sem það er mun erfiðar heldur en í Nordic East. Já. Það sem ég hef heyrt. Já. Þannig að þetta er rosa góður spilari, ég get ekki tekið það af honum. Já. Já, fyrir kannski Hvað er það? aftur inn í leiki sem við erum að kasta. Nei, hann er ekki eins og byrjar. Það er ekki byrjað. Sulturslækið þeirra að lota. Er ekki hefð fyrir því að tjekka skinnin? Jú. Sjá hana. Frekar slaft hjá aðþrengdu eiginkonunum. Já. Einu sem er með þetta er hann Styrmir á Lucian. Já. Þess að náttúrulega, þegar þú ert í svona high-profile matchum, þá viltu oft vera bara klassíska. Það er oft þægilega. Já, og bara það sendir fakerinn. message sko, ég þarf ekki inn einn skins, tekið á skillinu. Þannig að það er statementið hjá Bacon samlöku held ég hérna. Já, heldur betur. Já, þá erum við komin inn í leikinn. Gamestöðin á móti aðþrengdu eiginkonunum. Vonandi fáum við erum alltaf mjög spenntir, við viljum alltaf fá eitthvað aggressive early. Já, það er spurning Alltaf skemmtilegt að sjá það. það er veitin. Við vitum það að Álfarsteinn, hann vill taka early camp til að fá early level 2 á leininu. Já, heldur betur. Spurning sko hvort aðfendar einhvern viti þetta og fari og reyni að disrupta það með því að til dæmis leitin veita það á Golems. Það var eitthvað sem ég var til í að sjá eitthvað svoleiðis síðan hanningans. Já, mögulega. En þeir eru smartir hérna að fara að fá Vision, Vorta til að koma í veg fyrir þetta. Já, alveg með þetta á hreinu. Já, ekkert laneswap kjaftaði, hefur ekkert verið svoleiðis hér á Háringnum. Það gerir ekki svoleiðis, það tekur þetta bara maður á mann, ekkert kjafta. Ekkert að tryharda of mikið. Nei. Já,
ekki mikið að gerast hérna. Nei, Þeir eru bara að gera sér ready fyrir leiðingfleysi. Já. Það er spurning hvað þeir gera hana í afturhindi með einhvernum. Hvort þeir eru að fara að gefa bottlinu líka sitt jungle camp. Eða hvað, ég ætla að reyna hérna að vera eitthvað aggressív í bot. Það spurning hvort þeir, veit ekki hvort þeir vita á vordinum. Þeir eru reyndar að renna út núna. Ok, hann rennur út núna, þannig að... En þeir sáu þá, var það ekki? Jú, þeir eru með annað vord, þannig að þeir vita af þessu. Spurning hvort Sosa reynar að gera eitthvað. Já, þeir standa hann að beint í vordinu. Þeir búin að þetta lappa inn og Sosan kemur hérna aftan að þeim. Kjarri kemur með Pulverize. Reyna að fara í Kjarrabói, en hvort þeir ná að taka niður veit ég ekki. Hann á flash, þannig að hann getur farið yfir vegginn. En þetta setur á dálítið aftur. Mjög gott allan að sleppa við flassið af Alistarinn. En núna koma þeir seinna í leinið og taka blúper. Taka blúper, aggressíti á Sosunni. Já, heldur betur. Eftir að maður komið fætinum að Kartel að að taka strax blúper þig. Reyna að ekki leyfa sér vönu að gera sem hann vill í fyrstbúðinu. Ekki hann neina séns. Mjög flott hjá þeim. Og Vel gert hjá geimstöðinni. heldur betur og... Og sérstaklega góð þessi vordana sem gerir þetta allt. Það er oft eitthvað sem ég hef talað það, hvað vordar eru mikilvægir í þessum leik. Það er vinna leikina. Já, algjörlega. Bunsi strax frá level 2 að vera bully. Já, þetta er það sem við búumst í topp. Það er nóg til þess að fara að vera í turninsinum allan leikinn að reyna að få það sem hann getur og Bunsi að fara að vera leiðilegur. Já. Spurning hvort við getum séð eitthvað á millinni hvað er að gerast þar. Þetta er mest spennandi matchup. Það sjáum aggression hjá Legions eins og við byggumst við fyrir leikinn. Og hvað er að gerast? Treytaði hann aðeins bara tilbaka. Frekar even trade, en hann sáum að hann reynda nálega 3 á undan Legions. En Bacon náði að svara með sínlega 3 og ná even trade. Já, hann er líka með kökunar, þannig að... Og spurning hvort hann sé þá líka með Masteries að potionu endast lengur. Hann getur fengið eitthvað lítið meira AP. Þannig að hann hefur betur út úr þessu treyti. Legions komin í góða stöð að einu. Mjög aggressífi spilari. Og sjáum hérna í junglinu, Sosa Salat flassar hún að Ara fyrir knock-upið. En Legions mætir honum. Og þeir reyna að ná honum eitthvað á Bunsi, kemur niður á móti til að setja pressu og það first blood til Sosa. First blood, og hann að sjá það sem hann náði svo mikil press á millina þannig að hann gat rómað meðan Bacon samlega var first og hann náði að kapitalisa með first bloodinu eftir að Shyvana reyndi eitthvað bara í frumskoðinu hjá Sosunni sem hann er ekki oft sáttur með þegar hann vill það ekki. Nei, maður veit ekki alveg hvort maður vill það sjálfur. Nei. Já, first blood já til Sosa Salat honum er ennþá gott lít í junglinu á móti Ara. Þannig að ef að... Þetta verður svolítið erfitt fyrir Shyvönu. Já, ef hann ætlar í... Eftir að þið tóku blúbuffi og náðu svo að drepa hann þannig að hún er hvorugt buffi núna. Já, það er dálítið á honum að hann ætlar í Devourer. Þannig að... Það verður að koma út úr junglinu dálítið seinna ef hann ætlar í það. Og Sosa Salat heldur áfram að content junglan. Spurning hvort þeir fari í dæfið inn á Bacon samloku. Núna eru sko báðir junglarnir junglarnir hjá Sosunni. Það er Shyvana er ekki að fara að fá neitt frið þessum leik. En sjáum við svona CS er mjög even á millinu þannig að þetta er Bacon er að ná að hægja á lininu og hafa svolítið farmfest. Já, sjáum við hann að kraftin hjá Bunsa ef hann væri með Ignite þarna. Ef hann væri með Ignite, já, þannig að kemur það, heyrðu þið. Og hérna, ef Nautilus væri með Ignite hérna. Sosa Salat er komin í Ari með honum. Fín kampi kannski að Shyvönu. Já, þannig kemur það hefði verið með Ignite þá... Hafa þau þessi kill hana? Já, vel að 2. Vel að 2. En svona er það. Já, junglarnir reyna að hanga eitthvað í topplinu en ekkert. Mér finnst nú eiginlega bara, ég held að það sem Shyvana ætti að gera í þessu leik er bara að skilja topplinu eftir og leyfa honum að svelta svolítið topp og reyna að gera eitthvað annað Já, hún er ekki að fara að ná að gera neitt topp og þú veist, saman hvað við reynir það er Nautilus alltaf að fara að vera bara á byttinu. Já, þeir hérna aggressíft á hann þetta, sem það gerir. Hann er satt Nautilus og kanti í gangi að báðum.
Ari er á level 3 og meðan hinn eru báður undan. Já, Gunsi komin í 6. Já, notuðu báður út í, maður veit ekki alveg hvort að Ari getur gert eitthvað mikið á Sjöfunu fyrir topplinni þar sem að Gunsi hleypur bara í burtu þegar hann sér hann með vaffinu sínu. Akkur til einhvern veginn fara á álfsteininn. Ignite kemur á báða. En á fínt trade fyrir aðfrindar. Aggressivt inn á hjá hann, var næra fröldspotinu. Nei, skjöldurinn. Hílið er þetta Og næði, þvílíkt play hjá Lúvísan. Og Kjarri. Mjög flott hjá Kjarra en þeir ná Halla ekki því miður. Nei, ná honum ekki, það er erfitt að drepa tjönnuna. Já. Og Halli, hann spilar svolítið upp á startana. Reynir ekki að deyja tjönnu. Þannig að hann sjáum að enda leiksins að hann á eftir að vera með góða startar. Já. Ég geti lofa. Álfasteinn liði hana freka lengi en dó á endanum. Það er náttúrulega, kannski gott að nefna það, supportin Kjarri, þegar við vorum að spila með Töldeg Black þá átti hann líka stóru leik á þess og mér sýnist að hann ætla bara að eiga góðan leik líka á undir gamestöðinni. Já. Ótrúlegur spilari. Já, eins og þetta búið að vera nokkuð jafnt. Gamestöðin örlítið á undan í gulli upp á... Það er eitthvað góð lít að sjá að makkra sinna á millininu en Eikon nær að svara. Þeir eru með þetta smá gold lít upp á firstbloodið og þetta CS lít litla sem þeir hafa. Já. Finnum hvort þeir vilja fara eitthvað í enkinn á milla sem að Legions er dálítið lofa mana. Og sjáum Kjarra fara aftur á álfsteininn en Janna kemur með skjöldinn og náðu þeir að snúa þessu við. Stimmi heldur áfram að harmra með passivinn en hver er Sosa aftan hann? Sosan er komin og gefur gilli. Legions ber inn á byggarsamlöku og fær flassið frá honum. Action á botlinni. Já, mjög fínt. Bensi. Það er líka sem með Nautilus. Hvar er Ignite'ið? Hvað er Ignite'ið? Nei, hann þurfti ekki Ignite. Það var eða á hannum. Hann var döður maður annan. Þetta voru erfiðar sekundur að vita svona 3 sekundur að við sért döður. Bíða eftir þínum eigin döða. Já. Og svo þeir byrja hérna að dreka gamestöðin. Já, fyrsti drekinn á í 9. mínútu. Og ég held að þeir geta ekkert gert í þessu. Ari er ekkert nálægt. Svo sátt fórum við vegginn. Tók tunnelið, veit ekki. Eitthvað að flippa. Þurfið ekki á hann að halda. Já, það er fyrsti drekinn þá á 9. mínútu. Gamestöðin komin í enn meira goldlít eftir þessi 2 kill. Það eru konur í góða stöðu gamestöðin. Það er Sjövana núna komið með double buffin og nú getur hún farið að koma í 6 og getur farið að reyna að hafa einhver áhrif á leikinn. Þannig að Sosan er búinn að vera stjórna leiknum svolítið núna. Og hann er á leiðinni í Devourur. Já. Sjáum kannski sé sig að Bunsi er með töluvert lítið án topp eins og mátti kannski búast við. Þetta er mjög jafn mitt og botlane það er. Elvar hann er ágætur að segja það. Já. Gefum honum það. 20 á undan honum Stimma. Já. Sjáum þú fær einhver skilaboðan í chatinu. Gotis frá veggnum. Já, reynda við erum ekki vegkvæmt í mér, þannig að þeir sjá ekki skilaboðin á töflunni. Við getum tróðan út í horfn eða er eitthvað enn fyrir að sjá þetta. Heyrðu, svo Já, Fála hann mættir í gangi. hann er kominn að supporta og barriðar Nær hann að lifa þetta af. En hann er döður. En hann læra killinu tilbaka. Bakersamlingurinn er ekki að fara niður án þess að fá eitthvað í staðinn. Það er klárt mál. Já, tekur sósuna með sér niður. Mér finnst mjög flott að sjá hann labba aftur inn í Explosive Charge þótt að veri komin tilbaka og skjóta sér þannig. Kerry hittir ekki kombóinu. Smá hot shot á þetta. Það gerist þið bestu menn. Til dæmis hot shot. Til dæmis hot shot. Já. Það er Sosan eitthvað að vera sneaky hérna.
spurning hvort þeir séu að reyna dæfið en flottu voru til Kjara. Já, okkur myndir hann að törreti alltaf í sísum það í smá stund en Kjari ekki að vera að lifa einhverju svona að gerast. já, Sjáum hvað turnin farinn topp já, og næstu 2 CS. Þetta er erfitt fyrir Sindra topp. En sjáum hvort hann geti kontribúta leikgeiminn þar sem hann er náttúrulega gífurlega öflugur spilari þátt fyrir þetta en þetta er aðalega bara matsefi. Ég held að hann sé allan ekki verri topplanir. já, ég meina Nautilus þarf bara að verða fá smá tankistátt svo Sjáum að hann er að fara Doras ring, hann ætlar að vera með svona damage á Nautilus. Já, Áhugavert að hann fór ekki Doras shield til að reyna að survive betur lengur við sig en hann vil gera damage og ég ásækist það já, lengi. veit samt ekki hvað það myndi hagnast hennu vel núna, akkurat. Nei, það er ekki fara að gera mikið fyrir núna. Sérstaklega ekki það sem svona lítið jungle pressure. Já. Já, hann er langt undan í CS-inu, komið 102 núna og Álfasteinn og Lítsjans eru líka að dominata sín leik. Þú tekur bara myndum þeim. Ekki myndina, ok. Já, stýri henni bara. Kíkjum á það. Skoða þessi millina það sem Fer inn á Lítsjans. Fer beint inn á hann. Híli kemur Híla út. fyrir movement speedið og nær kúinn og fær killið. Mjög vel gert í að balla. Já, virkilega næs. Það var góð stjórn á millininu. Vilja kannski taka towerinn núna. Já, Sosan er kominn og Bunsi kemur líka. Það er Bunsi náttúrulega búinn að gera sér topp komið turnin og nú ætlar hann að byrja að reyna að hafa áhrif á leikinn. Sjáum hvað hann það. Smá vandræði með kombóin Og mid-towerinn fellur. Já. Líka, vel gert að stimma hann að fórna sér fyrir Alistar fyrir þetta. En þá kemur skvoti hérna. Já, svo Salat með kúlun á sér, hoppar yfir vegginn. Og Bunsi kemur, en Kjari hendur hann í burti. Þeir fara á Bunsa síðan, nei, ég veit ekki það. Já, ekkert. Og mér sýnist þetta að vera frýr törnið hérna fyrir kynntuðina. Já, við erum að koma og þeir taka þetta törnið. Álagsveginna, það var að ná fólkinu með múlskvöldinu. Það er gott að með þú að ná þig og fór svo flaskið á hann. Þegar þú varst taka. Yeah! Það er berginn áttur. Já, ekkert ennþá almennilegt engage komið hjá þeim og gamestöðin virðist vera bakk út úr þessu. Lítsjans tók til low á mana, últið hans er að fara að koma upp en hefur hvorki flassni hýr. Það er objektivinn þegar við erum að fara til gamestöðarinnar. Já. Komum með alla outer threats og drega. Já, og Drekinn bara að spána núna eftir 50 sekundur. Það er að bakka fyrir hann og preppa. Já. Já, sáu þið leikinn Tölvdeg Black á móti Alfrendi meðingunum? Nei. Nei. Það var mjög áhugaverður leikur þar sem þeir sem Alfrendi meðingunum töpuðu með 8 kills yfir. Það voru objektivinn sem Tölvdeg Black náði og það eru ekki alveg að ná að stjórna objektivinu nógu vel. Nei, ekki. Rotationinn ekki alveg. Nei, ekki komið með 1 tower. Þeir eru ekki með wardinn í junglinu hjá þeir eru ekki með wardinn í junglinu hjá gamestöðinni þannig að þeir veit ekki alveg hvenær þeir geta rotatað fyrir towers og drega og svoleiðis en gamestöðin er með wardinn í junglinu þeirra og sjá það á flestum stundum. Bunsi típja núna niður, Drekinn er live. Er hann til byrja? Sýtt ekki til Við erum í stjórnum. Er móðun eitthvað betri leik? Já, já. Næstum alltaf bara luck sko. Sýnst bara að vera heppinn og ekki skiljið þenn leik. Sjáðu að líkansmet frá Bunsi forsa þannig að 3 í burtu. Já, þeir eru með mjög góða stjórn á leiknum. Það er Stórhættulegir. En við sjáum núna Beikorsófleika, hún er fyrir að hýlla. Salat. Fær flassi hjá Ara en þvílíkt kombo. Já, Sosa og Lítsjans Úff. Já, stóra rocketinn hjá Álfasteinn blanda saman við Shockwave. Virkilega vel gert í Álfasteinn. Það er virkilega flott og
Já, flaskkúlan hjá Sós og Salat. Og ætlaði bara að taka inn Hibbitori. Já, ég verði eiginlega að vera sammála hann í chattinu að mér finnst mjög skrítið að sé vana fyrir í Devourer. Já, Þetta sem að hún svona langt á eftir. Grítilega svona langt á eftir. Já. Hvað, er hún komið einhverja stopp? Þeir eru svolítið að kapitaliza á það að Shyvana er bara ekki að ná að gera þetta í þessum leik. Já, hann er bara með 7 stakka. Og þeir ætla bara að halda áfram að taka turnana. Komum inn í Hibbitori mitt og fara á topp. Já, CLG, rotations. Þeir ræður rotationin sko, Já. geimstöðin. Á að bootcampa fyrir og Já, með wardana allstaðar í kring þannig að þeir vita alveg hvar þeir eru. Sóslan góðar inn. Það inn á En flott Kjarri combo. kemur. Flott Það eru combo að fara á hjá- þá. Rústjan er smá bastli sónaðar af Sósu og á meðan er restin af liðinu. Já, sjáum Það Bunsa. er Elvar hérna, ekki trett á honum. Bunsi, Hann fær að klína það upp sínum með. Já. doppelkill fyrir hann. Maður séu, er Ólafsteinn með flass? Sko, Já, hann er ekki með flass. Ég hefði viljað hann sjá að flassa fyrir bikarsónleikina. Hann er með flass, hann er með flass. Hann er með flass. Bunsi flassa fyrir hann. Bunsi flassa fyrir þetta. Það er Bunsi kann þetta. Það er Aceið, 17. mínútu komið með bæði mid-inhibitorinn Já. og top-inhibitorinn. Staðan er 12-2 og þeir eru 11 komið undan. Þetta verður erfitt fyrir aðfreyndar eigingarnir. Þetta lítur alls ekki vel út og það er löng leið fyrir þá að snúa sig við núna. Sjá, það er komin 8. mínúta spurninga. Þeir takir bara barónum leiðan að spóna og klára leikinn. Kemst það? Já, taka Baron, fara á botlane og klára þetta þar. Já, náttúrulega við megum ekki glemma því að Bacon-samlokan er á 6 og hann er með gífurlega gott veikli. Þannig að ef það er einhvern champion sem getur haldið einnig í leiknum, þá er það 6. Já, hann er góð með Things. Góð með Things. En hann er ekki ennþá komið með neitt stórt APS hérna, þannig að hann er ekki alveg að gera skaðan sem hann vill vera að gera. Nei, en færði hann að þetta kultúradagsinn til Það að... er kultúradöksunum á manna, þannig að hann getur spamma núna. Jöp. Við sjáum að Item fyrir sér bara, hann er næstu góð með að rappa Legions á móti honum. Búinn að eiga virkilega góðan leik Legions með bra. Warriorni. Já, bara allir hjá gamestöðinni. Allir í gamestöðinni. Búin að vera mjög Kannski ég er reyndar ekkert rosa sáttur með spilan hjá Álfasteinni. Þannig að maður eiga góðan leik, en ég meina eiga allir slæma leiki. Já, Þannig að það er bara delay hjá aðfreyndum eigingarnum. hann að kaupa sem mesta tíma en gamestöðinni komin inn á botlane. Það er alltaf að fara, Ætli hennan þeir tower. eru alltaf með pressu mid og topp frá Minions, eða Vinions. Það geta bara seatsað bot og beðið bara. Snill. Ok, já, ég veit ekki hvort það er mikið eftir að þessum leik. Þeir fáið með hennan bottom tower, svo Salat er eignandi við burtu. Stoppar últíð, Mokkar. frábærlega gett hjá Sósu. Og Og Álfasteinn klárar hann. hleypur hann á eftir Ara með Lulu speedupið. Svo Salat kom með kúluna, finnur hvort að fara inn. Það er bara Halla en Halli út í hann vill ekki missa KDA-ið sitt. 0-7 styttist í James Bond. Spurning hvort hann einu bara að klára þetta á 0-7. Já, bara hingað ekki lengra. Og Kjarri með falleg place nær. En þú sjokkuðu fyrir ekki niður. Hann nær ekki út í og hvað gera þér? Svo En Salat Sósa dævar. bara fer inn. Álfasteinn fyrir á towerinn Og með meðan, stimmi. vel gert að stimma, hann fer á Álfasteinn og Nautilus fyrir með hann, en falleg, oh my god. Og passið við heldunum á lífi! Elvar! Þarna sýnir Álfasteinn af hverju hann er besti aðdekari í Íslands. Frábærlega gert hjá hann um flassið og skeipar þetta var rosalegt. Lifir hann með varla líf. Hann er rétt að því sæði og ákveða að sína mér. Þetta er mekanikin, það er góð. Frekar vandræðilegt á gamestöðinni. En flott hjá Kjarra að ná að Flass og Sisi hann niður líkjálsmeðbráður. Kjarri er að eiginlega bara, kannski, að reyna á að halda þeim aðeins sínu leikur með fallega Alistair Blaze. Þannig að ég hef mjög góðan leik þrátt fyrir erfiða stöðum. Þannig að nú er bara spónaðir og ég held að gamestöðin fari að fara þangað. Já, held að líka aðþengda einhverjunar eru með vision á því en
þar í kring, þannig Nei, við það það sé þeim, það, sko. en veit ekki hvað þeir geta gert. Mjög erfitt fyrir að kontesta þetta, ég held að þetta sé bara fyrir bara. Þeir eru með pressure Getur kannski reyndi eitthvað lastið effort í afturreyndum með einhvernum, með að stoppa þetta. Það sé á kjarri og fallega gert í honum hann. Og skila honum. Sína svona takta. Þeir bakka bara. Já, Álasteinn er ekki með. Með inhibitorinn topp og sjáum að Bakersson þarf að fara að defenda. Og spurning hvort þeir reyna að kapitalisa þá gamestöðin og fara bara niður. Spurning hvort Sosa geti náð smætinu. Sivana er einu level undan, hún er búin að vera... Hann náðust í. Maður sjá, erum við að sjá stílið. Hann fer í pitinn og hvað er smætið? Vel gert hjá Sosinni. Svo Reyndi hero moveið en það gekk ekki. Svo Salat fer einn og stimma en hann sleppur. Kjarri þetta reitt saman, það er ekki að gera neitt. Og Álasteinn fær þannig að double kill, Paper eftir Tham og það er triple fyrir hann á Rocket. Hann gæti fengið pentakill. Sjáum það. Og- Bunsi hann fekk á hann pentakill. Það er Matti Djúk komið fyrir liði. Já, ég hefði viljað sjá Álfsteinn ulta upp á topp til að fá kvadrakillið, passivið til að ná baconsamlokur. Red buffið. Þetta var nála dýr. Og það er surrender. Nei, ekki surrender. Nei, það feilaði hjá Já. rauðaliðinu. En ég Það hefði... er alveg attitude, þú surrenderar aldrei. Fyrsta reglinn LOL. Já, þeir fara að nýta kritta á Ara og Kjarri getur ekkert Þetta er gert. orðið alltaf. Og þetta er leikurinn. Þetta finnst mér að vera leikurinn. Virkilega vel gert á gamestöðinni. Já, Dominator þetta algjörlega bara frá byrjun. Álfsteinn virkilega fett 12-3. Og Tetis sagði hennar rétt á hann sem átti ekki eftir sagði að Álfsteinn átti ekki eftir rosalega góðan leik. En hann er búinn að ná nokkru lastýtum núna síðan. Já, það er búin að vera með þig. Til að spila upp á KDA. Sjáum að Halli náði enda leiki 0-0-14, þó ekki. Perfect KDA. Bunsi líka. Bunsi líka, en 2 deaths hjá Sosinni. En við fyrirgefum það sem hann var með gríðarlega mikið presence alla leikin. Já, alveg frá byrjunni, frá því að þið tóku blue buffið þarna á Blúbið að annarri byrja, mínútu. hann byrjaði leikina krafti og hélt áfram alla tíman með, hann náði flottum og réna ultis og vel gert hjá Sosi. Og náði með þess að smætinu sem Sosa er kannski ekkert alltaf þekktu fyrir hann að ná. Það tókst í þetta sinn. Já, en já, þetta var gamestöðin á móti aðþenningdi eiginkonum. Þess að sem að gamestöðin tók þetta alveg örugglega og mjög hreint. Ég held ég þakki bara fyrir mig. Já, takk fyrir komuna. Takk fyrir að fá mig hérna. Já. Vona að viewers hafi þótt þetta gaman. Já, við sjáum síðan og gangið vel í Hearthstone. En takk fyrir.
hear your battle cry.
Look to the sky, out to the stars. Believe what you find, no matter where you are. You can go on and make this world a better one. Days come and go.